Skúffufyrirtæki sem stofnað var stuttu eftir bankahrun fekk tæplega 30 milljarða kúlulán frá Landsbankanum til að kaupa upp nær alla hluti í Icelandic Group stuttu síðar. Einu veðin fyrir láninu í bréfunum sjálfum. Félagið sem fekk lánið í eigu og undir stjórn manna sem sátu áður í stjórn Icelandic Group. Þeir segja að með þessu hafi fyrirtækinu verið bjargað og vonast leið til að fá nýtt hlutafé inn í fyrirtækið til að þeim takist að greiða kúlulánið eftir 2 ár. Við ætlum að fjalla nánar þetta mál hér á eftir. En við byrjum á lánveitingu Landsbankans til skúffufyrirtækisins IG EHF. Helgi Seljan og Þóra Arnarsdóttir hafa skoðað málið og Helgi tekur nú við. Fyrirtækið L187 var stofnað snemma í október 2008 af lögmannsstofunni Logos eins og mörg önnur félög með svipuðum nöfnum. Hlutafé í fyrirtækinu var 500.000 króna en 2 útgerðarfyrirtæki, Brim og hraðfrystistöð Gunnvarar á Ísafirði, keyptu svo félagið á 500.000 krónur. Í byrjun nóvember varð L187 að IG eignarhaldsfélagi EHF og í stjórn settust Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims, Friðrik Jóhannsson, þá og núverandi stjórnarformaður Icelandic Group og Einar Valur Kristjánsson, forstjóri Gunnvarar. Guðmundur og Friðrik höfðu báðir setið í stjórn Icelandic Group fyrir hrun. Samkvæmt ársreikningi IG keypti hið nýstofnaða félag 97,9% hlut í útflutningsfélaginu Icelandic Group stuttu eftir stofnun þess, rétt eftir hrun bankana. Leið var hlutafé fyrri eigenda fært niður á móti tapi félagsins. Þessi gjörningu var kynntur þannig af Finnboga Baldvinssyni, þá og núverandi forstjóra Icelandic Group í fréttatilkynningu. Hlutafjáraukningin skapar grundvöll til verulegrar lækkunar vaxtaberandi skulda Icelandic Group. Eftir breytingarnar verður eiginfjárhlutfall Icelandic Group 30%, sagði í tilkynningunni. Það sem ekki kemur fram þarna að hið nýstofnaða félag sem tók yfir fyrirtækið gerði það með hárri lántöku sem nemur alls 26 milljörðum króna. Lánveitandinn var Landsbankinn sem þá var komin í eigu ríkisins. Þannig var skuldastaða Icelandic Group lagfærð en 20 milljarða skuldir fluttar yfir í félagið IG EHF. Samkvæmt ársreikningi að ræða kúlulán til 3 ára og kemur það því allt til greiðslu að loknum samningstímanum. Veðin fyrir láninu svo í bréfunum sjálfum í Icelandic Group. Áhætta útgerðarfélagana tveggja því raun og veru engin. Það var Landsbankinn sem leiddi þessar breytingar en bankinn var þá eins og áður segir komin í hendur ríkisins eftir gjaldþrotans. Í þessu tilfelli var ekki leitað langan veg að nýjum eigendum, enda höfðu eins og fyrr segir 2 af 3 stjórnarmönnum í félaginu sem fékk lánið til kaupana setið í stjórn Icelandic Group fyrir hrun. Friðrik og Guðmundur komu í stjórn fyrir hrun í umboði meirihlutaeigandans Grettis, félags í eigu Björgólfs Guðmundssonar. Finnbogi Baldvinsson nú og hefur verið forstjóri fyrirtækisins frá því í febrúar 2008 en var þar á undan yfir Evrópudeild Icelandic. Icelandic tapaði milljörðum á árunum fyrir hrun. Skuldsettar yfirtökur á fyrirtækjum í svo að segja öllum heimsálfum voru nýttar til að færa í bókhald félagsins óefnislega eign í formi viðskiptavildar, en því hefur af skattayfirvöldum verið lýst sem bókhaldsbrellu. Þessi viðskiptavild var raunar dregin í efa í skýrslu greiningadeildar Kaupþings vegna ársins 2007, þar sem bankinn taldi viðskiptavildina allt of háa með við verðmæti fyrirtækisins. Í ársreikningi það ár var viðskiptavildin sögð rúmir 20 milljarðar króna á meðan markaðsvirði félagsins sjálfs var sagt 8 milljarðar. Viðskiptavildin, hinn óefnislega eign, var sem sagt 3/4 af heildar eignum félagsins. Afkoma félagsins var sögð óviðunandi við sama tilefni og fögur fyrirheit stjórnenda viðsnúning á árinu sem fylgdi var dregin í efa með eftirfarandi orðum. Það verður athyglisvert að fylgjast með því hvernig félagið hyggst beita sér í betrum bótum á rekstri í ljósi þess að 2 forstjórar hafa nú reynt að snúa við rekstri félagsins með hagræðingaraðgerðum án árangurs. Fyrirtækið Icelandic Group á sér langa sögu. Upphaf þess má rekja til stofnunar sölumiðstöðar hraðfrystihúsanna árið 1942. Sölumiðstöðin var í eigu félagsmanna lengi framan af og var hlutverk hennar fyrst og fremst að selja sjávarafurðir sem hraðfrystihúsin framleiddu. Fyrirtækið var gert að hlutafélagi árið 1996 og skráði í kauphöll 2 árum síðar. Nafninu var breytt í Icelandic Group fyrir 4 árum. Starfsemin víðtæk enda fyrirtækið stórt, tegið sig vestur til Ameríku, austur til Asíu og suður til Evrópu í samtals hátt í 20 ríkjum. Helstu framleiðslu og sölufyrirtækin þó í Bandaríkjunum, Bretlandi, Frakklandi, Danmörku og Þýskalandi.
Eins og áður segir hefur reksturinn gengið erfilega síðustu ár, hreinlega verið í járnum og var fyrirtækið að þeim sökum afskráð úr Kauphöll. Fyrirtækið var fyrir hrun eitt fjölmargra í eignasafni Björgólfs Guðmundssonar fyrir eiganda Landsbankans, en bankin var aðal lánadrottinn félagsins. Tap þess á árunum 2005, 6 og 7 var metið á 55 milljónir evra eða rúma 10 milljarða króna. Félagið fekk af þessum sökum víkjandi lán frá stærsta hluthafa sínum, eignarhaldsfélaginu Gretti í maí í fyrra. Grettir nú í skiptameðferð en samkvæmt heimildum Kastljós hefur gengið illa að koma böndum á eignasafn félagsins vegna þess hve bókhaldi þess hefur verið ábótavant. Samkvæmt sömu heimildum Kastljós hefur niðurfærsla á hlutafé í Icelandic Group og kaup eignarhaldsfélagsins EG á öllu félaginu vakið furðu hjá skiptastjórn Grettis sem með málið til skoðunar. Enda liggur fyrir að Grettir hafði lánað Icelandic Group nokkra milljarða mitt síðasta ár, auk þess að eiga þriðjung í félaginu. Það mun væntanlega skýrast á næstunni til hvaða ráða skiptastjórn Grettis grípur vegna þessa. Kastljós leitaði í dag viðbragða hjá stjórnarformanni Icelandic Group Friðriki Jóhannsinni, en hann situr líka í stjórn EG eignarhaldsfélags. Hann baðst undan vitali en sagði EG hafa fengið lánið fyrir bréfunum vegna þess að á bakvið það stæðu 2 af stærstu seljendum sjávarafurða í viðskiptum við Icelandic Group. Síðan þeir tóku við stjórnartaumunum hafi tekist að bæta rekstur félagsins mjög og búið sé að afskrifa stóran hluta hinna óefnislegu eigna. Friðrik viðurkennir að þessi bætta staða sé að miklu leyti að þakka því að skuldirnar hafi verið færðar yfir í annað félag en þó ekki að öllu. Hann segir að það hefur verið rætt óformlega við fleiri mögulega fjárfesta á sínum tíma en án árangurs. En að aðkoma nýrra hluthafa sé þó forsenda þess að EG geti endurgreitt rúma 30 milljarða króna í einni greiðslu eftir 2 ár. Já, rétt að taka fram að Landsbankinn sendi Kastljósi yfirlýsingu málið nú fyrr í kvöld. Þar segir að í fyrra hafi legið fyrir að staða Icelandic Group væri mjög slæm og horfur á fjármálamörkuðum hér heima einnig. Í því ljósi hafi verið ákveðið að lána umræddu fyrirtæki 27 milljarða, enda hafi eigendur þess verið meðal stærstu viðskiptavina Icelandic Group á þeim tíma. Það hafi verið mat bankans að þannig væri hægt að verja fyrirtækið og íslenska útflutningsstarfsemi. Andvirði lánsins hafi svo allt verið nýtt til að greiða niður skuldir í Landsbankanum. Með þessu hafi tekist að tryggja íslensk yfirráð yfir fyrirtækinu.